Sælverð eftir og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað eru komin góðu gestir. Kallaðir hefur verið eftir aðgerðum svona til að svona leiða til leiðar. Leiða til leiðar, sem að það. Leiða til lykta. Leiða til lykta, akkurat. Langur dagur. Að náttúruvernd nái til 30% verði víkað, náttúruverndarsvæði verði víkað út í 30% hafsvæða. Hér við Íslandsstrendur, þau eru hingað komið Sigrún Perla Gísladóttir, Valgerður Árnadóttir og Stefán Jón Hafstein sem eru öll með sínum hætti fulltrúar náttúruverndarsamtaka eða bara náttúrunnar. Það er dagur íslenskrar náttúru í dag, til hamingju með daginn. Sömuleiðis, takk. Sömuleiðis. Þið voruð að koma af ráðstefnu, Vala. Já, við vorum á umhverfisþinginu í Hörpu sem hófst í gær, var allan daginn í gær og í dag. Og það búið að vera ótrúlega góð umræða þar og gott samtal. Það vel mætt af grasrótinni. Þetta þarna margir líka úr stjórnsýslunni og líka úr fyrirtækjum sem eru að sýna ábyrgð eða þurfa að sýna ábyrgð í umhverfis- og loftslagsmálum. Og já, bara heilt yfir. Gott þing og gott að það ná yfir þennan dag í dag. Íslenskrar náttúru. Og þið var eitthvað svona sérstakt sem kom fram Sigrún Perla á þessu þingi í dag sem að vakti svona, ég veit ekki, kannski bara kátínu með svona hjá þér? Já, ég var einmitt einstaklega kát og fannst það mjög hressilegt að umhverfisráðherra hafi valið það að hafið væri í brennidepli. Við höfum svolítið trassað að tala hafið, þannig að ég var allavega sjálf eiginlega bara svolítið meir að sjá smekkfullan sal í Silfurbergi. Vantaði kannski bara að sjá sjómenn og fólk í vöðlum og landhelgisgæsluna og svona líka, en það var úr alveg vel bara mjög mörgum hlutum þjóðfélagsins samankomin og eiga þetta samtal saman og svona, já, tala í lausnum meðan það er mjög hressandi. Kannski ekkert, ég náttúrulega búin að þvælast í þessi mörg ár núna í nákvæmlega þessu málefni, þannig að kannski það var ekkert endilega margt nýtt fyrir mínir og margt af þessu til dæmis bara sem kom fram fyrir 3 árum, en betra seint en aldrei, þannig að já, mjög kát að sjá að þetta væri komið svona rækilega á dagskrá og er spennt að fylgjast með framhaldinu og vonandi öll bara að vera með í því. Já, en af hverju hafið, Stefán? Já, það nú bara komið tími til. Ég var erindreki í málefni hafsins þegar ég vann hjá utanríkisráðuneytinu og það var alveg átakalegt hvað hafið var langt utan dagskrár stjórnmálana og stjórnsýslunar, maður uppgötaði það. Þetta ár í ár er alveg einstaklega gott fyrir málefni hafsins, svona vitundavakning. Þjóðaröryggisráð stóð fyrir heildagsráðstefnu fyrir árinu málefni hafsins, þar sem að bara kom fram að hvað miklu leyti við höfum dregist aftur úr í umræðu og stefnumótun og alúð við rannsóknir og svo fleira. Þessi dagur í dag var alveg frábær og nú er loksins hafið bara komið á dagskrá ekki sem einhver aukaafurð heldur bara sem einn af miðpunktum íslenskri tilveru. Ég var spurt mig hvenær hvarf hafið úr þjóðarvitund Íslendinga. Það er núna að koma aftur og síðan var ég fyrir hönd félagasamtaka á hafréttaráðstefnunni í Nýs, Sameinuðu þjóðaráðstefnunni í júní, þar sem einmitt verndarsvæði í hafi voru mjög mikið til umræðu, þannig að ég sé það fyrir mér núna að eftir núna þegar stefna Íslands málefni hafsins fagnar 21 árs afmæli, þá maður kannski taka hana og endurskoða hana og gera framkvæmda áætlun. Já, þið eru sammála þessu, ég held að allir bjartsýni hefur borðið. Já, maður fyllist bjartsýni þegar þetta er svona sett svona rækilega á dagskrá og maður sér svona marga vera að ræða málin. Auðvitað samt hagsmuna árekstrar og það sem hefur loðað svolítið mikið við okkur á Íslandi og kannski ekki bara á Íslandi að við erum alltaf að ræða málefni hafsins út frá stofnstærðum fisktegunda sem við veiðum en ekki út frá það að hafið loftslagsmál. Að annað hver andardráttur sem að við drögum úr hafinu, að 3% af kolefni sem að við losum, það bindur hafið og að það miklu meira í hafinu sem að okkur ber að vernda heldur en bara fiskistofnarnir sem svona ótrúlega mikill fókus á og það var gott að heyra það bæði frá ráðherra og frá fólki á þinginu að
við erum sammála það að við þurfum að horfa á hafið með víðari sjóndeildarhring heldur bara þorskstofnin og loðnan. Ertu ekki sammála því, Perla? Jú, algjörlega og mér finnst takk fyrir að nefna mitt 21 árs afmæli hafstefnunnar sem að mér skilst það nú endurnýja hvað á 5 ára fresti, minni mig, eitthvað svo leiðis. Hvað er hafstefna? Svona fyrir Já, þeir sem ekki vita. það er plagg. Það var plagg sem var skrifað undir að 2 ráðherrum. Það er svo langt síðan að það var Árni Mathiesen og Sif Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra og sjávarútvegsráðherra, skrifuð undir það plagg og það var mikil vinna á bak við það. Það sem var, sko, þetta gerist eftir Ríó-ráðstefnuna líffræðilega fjölbreytileika 92, Kyoto-ráðstefnuna og síðan það sem að gerast í umhverfismálum kringum aldamótin, að þá mótuð stefna sem ekki bara útgerðarstefna, heldur annað og meira, en síðan hefur bara mjög margt gerst, eins og til dæmis það að við erum mjög meðvituð það, þá ekki talað súrnun hafsins. Og hítabylgjurnar sem núna eru í hafinu á norðurslóðum og síðan þetta sem komið núna upp og Perla hefur fjallað mikið í sínum skrifum og umfjöllum, það að vernda hafið út frá ekki bara forsendum nytjastofnana, heldur líka út frá þeim vistkerfum og taka upp vistkerfa nálgun sem miklu flóknar og breiðari nálgun á allt það sem umlykur okkur hér og Norður-Atlantshafið. En mér slíka að við má bara pikka upp, þú spurðir hérna hvenær hvarf hafið úr þjóðarvitund Íslendinga og það hefur verið mér persónulega bara frekar hugleikið síðustu ár, sjálf með mikið áhuga á hafinu og þú veist, fara í stýrimannaskólan að læra að sigla og þú veist, að bara það vinum mínum þótti ótrúlega framandi sem að fyrir mér aftur ótrúlega framandi að þeim finnst, ég er íslensk, ég bý á eyju í miðju Atlantshafi, ættum við ekki öll að vera löngu búin að læra að sigla. Þannig að mér finnst það ótrúlega gaman, já, að það sé að koma tilbaka, því það var, og það er ekki langt síðan það var í þjóðarvitundum okkar, það liggur grund á því, en við eigum líka bara eitthvað svona, kannski svolítið traumatískt samband við hafið, þú veist, það hafa hérna flestar fjölskyldur mist eitthvað í sjóinn og það bara alls ekki langt síðan, þannig að þetta staðið svona hrætt við. Núna fleiri og fleiri sem bara synda í sjónum og eiga alls konar ánægilegar stundir með hafinu og ég held að þetta hjálpa allt saman, en líka bara, mér finnst við hafa dregist aftur úr hvað varðar menntun og annað slíkt. Sko, mér langaði alltaf að læra haffræði og verða haffræðingur. Þeir eru teljandi á fingrum annarra handar hér á landi og það er einfaldlega því það er ekki hægt að læra það. Ég fór í Háskóla Íslands og skráði mig í alla sjótengdu áfangana sem ég gat. Undir umhverfis- og auðlindafræði, það er annað mál, frábær lína. En mér finnst sko, þannig að þetta svona, já, Hafrannsóknastofnun kannski hefur í seinni tíð meira farið, meiri fókus og meira fjármagnu sem þau fá og eins og kom fram á þinginu í dag, þau eru nú þegar kannski basli með að ná að sko sinna þessum öllu þessu stofnstærðamati og svoleiðis, en hvað þá sko að fara í allt hitt. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi komu núna fram daginn og fóru að höndskam okkur skattborgarna fyrir að leggja ekki meira fé í hafrannsóknir sem er rétt. Það er að segja að mættu finna féð annar staðar en allt í lagi. En það þarf að gera þetta. En sko það er alltaf sjúkt að við framleiðum miklu fleiri hagfræðinga heldur en haffræðinga. Það er alveg sama hvað ég vanda mig sko að segja fólki að mig langi að verða haffræðingur eða ég sé að læra haffræði. Það er undantekningarlaust halda Íslendingar að ég sé að segja hagfræði sem er stórkostlegt að því það gæti sko ekki verið meiri uppeyja í mínu lífi ef ég færi þangað. Og það er skortur á haffræðingum, engin skortur á haffræðingum og reyndar alltaf mikið af þeim sko. En ég er með svona minna pólitísk efnahagslegu skýringu á því hvenær hafið hvarf úr vitund Íslendinga. Það gerist eftir síðustu aldamót þegar framvindusaga Íslands breyttist úr því að vera sjávarútvegsþjóð. Ég var alinn uppi þá og var kennt það í skólum að Íslendingar sækja sjóinn og við sækjum björg í bú úr sjónum og við ætlum að gerast útrásarvíkingar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og þar með var framvindusögu Íslands breytt og í pólitíkinni tók ný kynslóð stjórnmálamanna upp það merki og hafði bara ekki nokkurn einasta áhuga á slórinu. Og þetta síðan þessu er framlengt eftir hrun. Það er engi sem stígur fram og segir Íslendingar eru
sægarpar og sæfarendur og allt það og við sækjum gull í greipar hafsins og núna komin tími til að við segjum ekki bara gull í greipar hafsins heldur við lifum í og með hafinu og verðum að þekkja vistkerfi. Ég einmitt var með viðburð á þessu þingi í gær sem heitir áhrifamáttur samtals og þar sagði ég frá því í opnunarræðu að til dæmis Andri Snær Magnason sem nú mjög ötull í að kenna börnum umhverfi og hafið og þetta á ævintýralegan máta þannig að þau fái áhuga á því. Honum finnst náttúrulega eins og okkur mörgum finnst ótrúlegt að það sé ekki bara öll börn á Íslandi með hafið á heilanum. Að þau veit ekki allt fiska og hvali og seli og alla plönturnar sem í hafinu býr. Og þarna höfum við einmitt brugðist og allir krakkar í dag vilja bara vera ríkir. Þú veist, þetta er eins og talandi hagfræðinga og talandi uppeyju. Þau eru bara, já, hvað ætlar að vera stór? Ríkur. Og hvernig verður ríkur? Og þá bara, ég ætla að vera viðskiptafræðingur, ég ætla að vera lögfræðingur. Engin fáir ætla að vera hagfræðingar af því að það er engin hagfræði í skólanum, skilur ég. En það er náttúrulega mjög erfitt að komast að sem nýr útgerðarmaður í dag. Þetta er lokaður heimur. En það er einmitt að því að þið nefnduð svona tráma í hérna og ég held að ég segi kannski bara svona fyrir mitt leiti þá held ég að hérna trámað og svona afneitun Íslendinga á hafinu hafi svona eitthvað með kvótakerfið og sem sagt breytingar á hérna sko atvinnustefnunni að gera. Ég held að það hljóti bara vera. Já, þetta er svo margt auðvitað að gerast og við erum að fara í gegnum alveg ótrúlegar samfélagsbreytingar og tæknibreytingar og allt það. Og Ísland er að breyta svolítið úr málbúasamfélagi sem var síðari hluti 20. aldarinnar, bara torrbæjarnir og síðutórarnir og allt það og við erum að fara inn í alveg splungu nýja tíma en hafið þarf að skipa verðugan sess í þjóðarvitundinni og þar hafa bara mjög margir við skiptum búning fórum bara í einhvern allt annan búning og leikum í allt öðru leikriti sem síðan endaði mjög illa og ég til dæmis hef kynnt mér starfsemi UNESCO sem að fara út fyrir landsteinina þess að núna áratugur hafvísinda og ég þekki aðeins til þar í gegnum störfum mín og annað slíkt. Það til dæmis ein stoð af 10 haflæsi, ocean literacy sem fólgið í því að rækta sambandi við hafið að fólk almennt kunni skila á hafinu og viti út á hvað það gengur. Við þurfum heilsusamlegt hafi og það málið í dag og ég heldur við sem að taka fyrstu skrefi núna. En hvers vegna 30%? Já, heyrðu, það frábær spurning, já. Ég var svo heppin að fá að vera á þessari ráðstefnu nota bene árið 2022, þannig að það nú komin 3 ár síðan, þessi 30% voru samþykkt, þannig að mér finnst það nú líka, það fullseint í rassinn gripið þau sem ætla fara að diskutera það núna, það var diskuterað í önnur 10 ár þar á undan, það var markmið fyrir árið 2020 sem hét að vernda 10% af hafi og 20% af landi fyrir árið 2020. Við erum formlega gagnvart alþjóðasamningum en þá í 0,07% á hafi. Þannig að við náðum ekki þessu 10% markmiði en sko vísindasamfélagið þetta systur samningurinn líffræðilega fjölbreytni samningur hjá Sameinuðu þjóðunum sem varð til þarna á sama tíma og samningurinn loftslagsmál og eyðimerkur samningurinn líka og síðan þetta eru útfæra svona alls kyns markmið þar undir og við þekkjum öll frekar vel til dæmis Parísar markmiðum 1,5 gráðu hlýnun að haldin innan við það og þetta svona þetta 30% markmið hefur verið talað sem svolítið systur markmið þess og það er einn og París without Montreal og eitthvað svoleiðis sko þau verða að fara hönd í hönd 30%, já, af hverju 30%? Vísindanefndin sem alþjóðlegur hópur af alþjóðlega viðurkenndi vísindafólki eru búin að skoða þetta í þaula. Þau eru búin að reikna út hversu mikið við höfum gengið á vistkerfin, hversu langan tíma þurfa þau til að lifna við á ný eða í rauninni að vera sjálfbær að þeir reynilega hrynji ekki. Þau mæltu með og mér finnst þetta svolítið mikilvægt af því við erum alltaf að tala þessi 30% sko tilmælin frá vísindanefndinni voru 70% vernd svo það sé á hreinu og svo tala finnst mér eitthvað mega sens að við erum með það í huga við höfum verið að ganga á hafið umfram getu hafsins til þess að framleiða og þá ef maður einfaldar þetta að þá finnst
hausinn minn skilur að ok, þá ætlum við hérna að hvíla 70% í x langan tíma og nýta 30 og þá kannski náum við upp í eitthvað svona 50-50 balans og sem sagt bara að vera sjálfbær, að taka ekki meira en hafið nær að búa til. Þjóðarleiðtogum fannst þetta 70% vera allt nú mikið og fóru eitthvað svona að tók hvort vísindasamfélag verið til í aðeins að koma til móts við sig og fóru að tala með mitt líka bara raunsæ markmið og svoleiðis. Vísindanefndin var til í að sættast á þá 50-50 en mist þessi 70% tala, hún svolítið góð því hún minnir okkur á að við erum búin að vera að taka mikið. Það var svolítið, þessu var líkt við svolítið bara sparnaðarreikning í dag, þú veist, við erum í skuld og þess vegna þurfum við, þú veist, það er bara að vera að mæla með setja velinn á sparnaðarreikningin svo að við jöfnum út skuldina að lokum. Síðan í samningaviðræðunum þá var þetta útvatnað á endanum í 30% og það fór heil vika í það og það má alveg ríða það, hvort það sé eðlilegt en það fór miklir kraftar og tími að ræða það að þetta eru 30% og á endanum var þetta það en með því skilyrði að orðalagið að minnstakosti kæmi þar fyrir framann og þetta er eitthvað svona lítið smáatriði sem að líka það má gera meira og margir gera meira og þú veist þessi 30% þau eru mikil þegar við horfum á það staðreynd að við séum í 0,07% þá er okkur vantar 2,5 Ísland að flatamáli af hafsvæði til að vernda fyrir 2030 auðvitað það mikið. Góðu fréttirnar eru samt það að svæðin eru til, það eru til mikilvæg svæði til að vernda. Við erum ekki að toga alla lögsöguna. Ef við lítum á stóru tógarana þá er þetta cirka 10% af lögsögunni. Ef við skoðum líka þessa minni sem eiga að fara inn fyrir landhelgin okkar þá erum við komin upp í cirka 16% kom fram í dag frá fulltrúa SFS. Þannig aftur, við megum ekki alltaf bara horfa á sjávarútveginn, ef við erum að vernda 30 erum við þá nýta 70, er það ekki ennþá bara mjög mikið? Þannig að svona, ég skil að fólki finnst 30 mikið þegar við erum í 0,07% þá er verkefnið stórt og ærið en það er alls ekki ógerlegt við erum komin í cirka 4 landi, talan var að minnka lítillega en núna fer við stipp aftur ég er svolítið svona ég er ekki millibilsmaður því ég er mjög verndarsinnaður en flatarmálið er ekki aðalmálið finnst mér, alls ekki og ég veit að þú ert alveg þar líka það er, hvað er þess verið að vernda og hvað það verður að vernda og það er ekki endilega að reikna með tómustokk og vistkerfin kallast á þvert á línur á landakortinu, hafkortinu þannig að þetta er svolítið svona þetta er auðvitað fínni upplausn og það er alls ekki verið að banna nýtjar á sjávarfangi með vernda hafsvæði, við þurfum líka átt okkur á því allskins veiðarfæri eru bönnuð, önnur leið og svo framvegis sveið eru algjörlega lokuð, önnur eru bara nýtt á margvíslegan hátt þannig að fólk á það til að hvítna að tala verndasvæði og það má bara ekki draga þorsku sjó það er ekki þannig og þetta er sem sagt þetta er bara tækifæri fyrir nýsköpunni og við ætlum að horfa þetta út frá málið er auðvitað það að við þurfum eins og hér hefur komið fram að við þurfum að horfa á hafið sem þetta er heimur vistkerfa sem kallast á og styðja hvert annað þetta er ekki bara nytjastofnar en þeir eru mikilvægi fyrir okkar hagkerfi og okkar fæðuöflun en ég er alveg sannfærður það að með því að útfæra það sem við erum þegar að gera og við eigum náttúrulega stimpla sum svæði algjörlega þetta er ekki gert það er ekkert gert hér annars þar erum við bara að nýta það sem Guð og náttúran gáfu. Mér langar aðeins að segja frá því ég var þarna á hafrannsóknastofnuninni í og það var mikið og ég sóttist í umræður þessi máli mitt að það er alltaf komið þessi hugmynd við gerum það sem við gerum á sjálfbæran hátt við veiðum, það er ekki gert 70% af fiskistofnum heimsins eru veitið sjálfbært eða í hámarki, það er ekki farið yfir mörkin þar, það eru svona cirka 30% sem er farið þá umfram og því þarf að breyta síðan, en við þurfum að gera það sem við gerum á sjálfbæran hátt og síðan þurfum við að segja og þetta var það til dæmis námukraft á sjábotni við gerum ekkert nema sé búið að sanna þessi í lagi það er að segja varúðarreglan er algjör og þá eru komin nær þessu sem við erum að tala varandi miklu víðtækari vernd vegna þess að ef þú getur ekki sannað og sem ætlar að gera sér sjálfbært og í sig í lagi þá er það ekki gert En líka bara varandi 30% af því að það eru margir sem tala þetta að við megum ekki hengja okkur í töluna og auðvitað er margt til í því en það breytir samt ekki því að
það búið að karpa þetta í áratugi Já. hjá sko öllum við tala öll ríki heims nema 2 samþykktu þetta markmið. Það búið að ræða það, búið að ákveða þetta. Við þurfum bara að gera þetta og svo auðvitað getum við verið ósammála hvort að talan skiptir máli eða hvað, en þú veist, þetta ekki að ástæðulausu að við ákveðum þetta alveg eins og við ákveðum að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 gráðu. Þetta hreinlega eitthvað sem að fólk vinnur við að útfæra og sko, ég veit mörg 100 manns koma saman að Ísland hefur tekið þátt í þessum viðræðum. Þetta ekkert nýtt og ekkert að koma okkur á óvart. Við erum búin að setja þessa fundi frá því 94 þegar þetta byrjaði allt saman. Þannig að minnst það líka sko, að svona, þessi tala hún ákveðin og sko, við getum ekki einhvern veginn eitt tímanum í að ræða það. Hins vegar alveg rétt eins og þú segir að við erum búin að gera ótrúlega margt en að við verðum að einbeita okkur líka fleiri en sjávarútveginum af því að við erum með alls konar lokanir og svæðisbundnar lokanir og veiðarfæra lokanir og hrygningastopp og við erum með alls konar verkfæri og frábært gott fiskveiðistjórnarkerfi sem til fyrirmyndar fyrir önnur ríki. Við höfum kannski bara ekki verið að tala nógu hátt það eða setja það inn í lög í þessu samhengi náttúruverndarlög. Þetta hefur fallið milli skips og bryggju, milli ráðuneyta af því að sjávarútvegs, þess sem fer með mál sjávarútvegs hefur ekki náttúruverndarlögin hjá sér og allt svoleiðis lagateknilegt, en það margt sem við hreinlega getum kallað verndarsvæði og mér finnst líka ósanngjarnt að við séum að banna sjómönnum til dæmis að veiða á svæðum á sama tíma á Orkustofnun fær leyfi til að leita þar að orku. Þetta ekki sanngjarnt. Svæðin sem að nú þegar eru lokuð fyrir veiðum, ef að við breytum þeim í verndarsvæði þá í rauninni það sem við erum að gera líka bara rétt á kúrsin og segja að þetta bara lokað fyrir alla. Þau eru misströng, en nú ég að tala þessu svæði þar sem við viljum algjörlega loka, þar sem við erum búin nú þegar að loka fyrir veiðum og sjávarútvegurinn og sjómenn að sýna að þau eru að virða það mjög vel, en það vita þau þetta manna best að við þurfum að fara vel með sjóan okkar. En ráðherra hefur einmitt talað svolítið öfugt svona í þetta. Ekki þessi nýr ráðherra. Nei, það var nú í sumar að hann vildi ekki banna olíuleit. Já, það er olíuleitinni mitt og svo eru einhverja borholur svona á hafsbotni. Þau ekki komið þangað að banna olíuleitina, en þau ætli í hana. Stefnu samfylkingarinnar að banna það. Það? Já, það rétt hjá þér. Og síðan annað sem náttúrulega rosalegt mál eins og við sáum sko Heidelberg ætlaði í malargröft á hrygningaslóð fyrir sunna land. Og þetta akkurat dæmi það sem ég að segja. Við erum með svæðið þar sem við erum búin að loka, sjómann að virða, það ekki búið að taka þann slag en svo ætlum við að leiða okkur öðrum og ég skil alveg að sjávarútgerðin sé drullu svegt út af því en þá held ég og við líka við viljum auðvita hafa þau með okkur liði, þau sem sjóin nýta en látum það þá eitt gilda yfir alla. Mér finnst Heidelberg dæmið, þeir ætluðu í malargröft á hrygningaslóð fyrir sunnaland og Vestmanningar voru brjálæðir og Þorlákshafnarbúar kusuðu út sem betur fer, muna ekki miklu þau stóðu sig vel þar en bara skuli koma upp Hafrahóp og segja nei en samt alltaf haldið áfram. En hversun það? Þetta ekki bara stjórnlaust? Hefur við einhvern veginn? Það tókst að heimja þarna. Það eru gróðasjónarmiðin og við megum ekki gleyma því að bara síðustu áratugi, ef ekki 100 ár, þá hafa gróðasjónarmiðin alltaf unnið fram yfir annað og talandi stærðir, sumir vilja kannski ekki tala þetta snýst ekki bara stærðirnar og svona, en bara fyrir venjulegt fólk sem veit ekki hvað stærðarhlutverk hlutföll verið að tala þá til dæmis var manneskja frá SFS í dag að segja, já við erum bara að toga 16% efnahagslögsunnar. Með bottvörpu. En 16% efnahagslögsunnar stærra heldur en Ísland. Það 122.000 ferkilometrar. Þannig að þá, ef maður setur í það samhengi, þetta stærra svæði heldur en Ísland sjálft, þá þetta stórt svæði og þau tala alltaf þetta eins og þessu lítið af þetta eru bara 16%. En svo annað sem auðvitað að ógna sjávarlífi og sjáarbotnum sem þú veist, fyrir utan botnvörpuveiðarnar þá eru líka bara siglingar á milli landa, flutningar á vörum sem við erum að kaupa hingað. Siglingarleiðirnar eru auðvitað
frekar svona fastar í skorðum en þær eru að trufla sjávarlífið á margan hátt. Við erum að sjá það og sjávarlíffræðingar eru að segja að mikið af þeim hvölum sem hafa verið að stranda undanfæri eins og við höfum séð grindhvalinn að koma hérna upp á strandir út af þessum flutningum og látunum í skipunum sem eru að afvega leiða hvalina. Svo náttúrulega bara hækkandi hitastig og annað sem við þurfum að tækla og við tæklum það líka með því að vernda hafsvæði. En nú var ekki bara innviðaráðherra sem eða atvinnu sem að ræddi það daginn þetta hætta í landflutningum og svona, en það, þú veist, þetta svona og fara aftur í Sko, það var reyndar alveg briljant ef við getum fært stóran hluta landflutningum yfir í rafknúnar ferjur meðfram ströndinni. Það væri algjörlega briljant. Regin munur á látunum og hljóðmengunir farið. Það væri bara svona eins og svona sporvagnim í sjó. Já, í raun og veru, þú hugsaði að fín samlíking, en varðandi, sko, það er margt í þessu og við þurfum að ná að tengja heilsu hafsins við atvinnustefnun okkar sem nú á að fara að móta nýja atvinnustefnu og loftslagsaðgerðir og aðgerðir líffræðilegan fjölbreytileika, allt kemur þetta saman. Það er ekki að skilja eitt eftir utan. En að því að við minnumst hérna á atvinnustefnuna, þá er þetta mikið talað um ferðamannaðinaðinn í þessu samhengi og það er þetta, hér er risastór skip sem að ég held að séu 3 í höfn núna bara. Þetta lítur að vera áhrifavaldur. Já, það var líka að tala um það allan á þeim borðum sem ég var á í dag, ég veit ekki með ykkur, þetta var svona, okkur var skipt niður í borð og maður ræða málin þar, en þar var rætt það að það þarf að takmarka ferðamannastrauminn, við getum ekki stækkað endalaust, það þarf að skoða þessi skemmtiferðaskip sem eru að koma hingað, hvað þau eru að menga mikið og hvað það er að skila okkur, er það þess virði, vegna þess að mér skilst líka að það er ekkit endilega öll þessi skip eitthvað að skila okkur neitt miklum tekjum, miðað við hvað við erum að fórna til að fá þau hingað í mengun og ágangi á náttúru. Það á ekki að vera vandamál fyrir Ísland að hafa talað um það á þinginu í dag, þetta svarta kolefni, það er að segja drasloljan, rusl, úrgangsolja sem er brend í lögsögu Íslands, á ekki að taka þetta í mál. Þið megið þetta bara ekki. Þetta er sódagnir og Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökunum er mjög ötull að benda á þetta, að þetta er þetta versta tegunda mengun sem fer í hafið og á ísinn, norðurskautsísinn, sem hjálpa til að bræðan. Þannig að já, það eru svona, og maður skilur ekki hvert er vandamáli við það að krefjast þess en mann gangi almennilega um hafið. Við myndum ekki leyfa þessa umgengni hér á götunum. Nei. Það var ekki leyft að brenna svona eldsneyti hér. En Íslandingur þykir vænt um hafið og ég held að það sé bara mjög sterkt í okkur öllum og náttúruna, okkur þykir mjög vænt um náttúruna okkar. Hvers vegna hefur náttúruvernd setið svona á hakanum þá í þennan tíma? Mér finnst bara ekki að setja á hakanum og ég vil nú segja hérna loftslagsaktivistarnir, þær hafa alveg stórkostlegt verk á þessu ári. Ég segi alltaf stelpunnar en ég meina við erum stelpur Nei, en þær eru búin að kalla saman 120 manna þing í Háskólanum í Reykjavík og svo aftur að skipuleggja þessi umræðuborð hérna á umhverfisþinginu og ráðuneytið gútera það, þannig að komin hópur sem að sko bara heimtar pláss við borðin og hérna nei, og það er, mér finnst til dæmis að því ég nú stjórnarformaður Ríkisútvarpsins, þá segir bara landverði skeyti, vill Ríkisútvarpið hissa upp sem buxurnar og fara að fjalla umhverfismál? Nei, það er mikið að gerast. Og þetta þingið... Er þetta þá bara, er þetta fjölmiðlarnir sem er ekki að fylgjast með? Já, að miklu leyti. Þetta er, og við, þú veist, og ástæðan fyrir því að við skipulögum þetta þing í vor var vegna þess að umhverfisverndarsinnar voru að kalla eftir, vegna þess að þetta var ekki á dagskrá í síðustu kosningabaráttu. Þetta var hvorki kannski mikið á dagskrá hjá stjórnmálaflokkum, umhverfis- og loftslagsmál, en líka fjölmiðlar voru ekkert að nýta í það. Heyrðu, þið eru kannski ekki með nógu góða umhverfis- og loftslagsstefnu hérna. Þannig að það vantar menntað fólk í þessum efnum á fjölmiðlana. Það vantar meiri fagmennsku í fjölmiðlana og að þeir hafi áhuga. Þeir hunsa okkur ítrekkað. Ég veit ekki hvað, ég hef sendt marga fréttatilkynningar á alla miðla algjörlega hunsuð. Já, ég ekki hunsuð á samstöðinni. Ekki hjá ykkur. En við ætlum að fá að sýna myndband sem að
Já, samtök á ykkar vegum og fleiri settu saman svona til þess að kynna þetta verkefni með 30%. Getið sagt okkur svona aðeins frá þessu áður en að við Já, höfundurinn bara þarf að gera það. Já, sko, einmitt, okkur þykir vænt hafið, eins og sagðir. Mist, Vala fór að tala stærðarhlutföllinu og svona. Við gerðum held ég þetta myndband til að hjálpa fólki að skilja hvað þetta þýðir. Þetta eru abstrakt tölur, þetta eru stórar tölur, en síðan þetta líka ótrúlega einfalt í rauninni. Ég sjálf búin að vera mjög virk í ungum umhverfisunum síðasta ár. Við erum búin að vera að ferðast landið núna með vinnustofnur okkar, Hafið og Hundavaði. Síðasta í rauninni fyrir norðan helgina, endilega skrá sig, Akureyri og Húsavík. En já, sko, hafið líka náttúran okkar og á Íslandi einmitt, ég ætla bara að fara með one-linerina úr myndbandinu fyrir þau sem ekki nenna í 8 mínúturnar, það eru samt mjög skemmtilegar. Það mjög fínar. Sko 100.000 ferkilometrar af landi, þetta einföldtala, landið okkar 100 og ég búin að vera að kenna krökkum all land og þau ná þessu öll. Lögsagan okkar cirka 760.000 ferkilometrar, við erum 7,5 sinnum meira haf en land, Ísland. Það þýðir líka ef fólk vill prósentur að við erum 88% haf og 12% land. Sko þegar við verðum komin upp í 30% á hafi sem við erum næstu því komin í á landi, þá þurfum við sjóverði. Við eigum einn sjóverð, hann heitir Erlendur Bogason og hann stórkastlegur, hann sjóverður fyrir Hverastrýtuna 2 í Eyjafirði. Við eigum bara 4 friðlýst svæði í hafi, það eru Hverastrýtuna 2 og sjórinn í kringum Eldi og Surtsey, þannig að það nú eyjur, hann næstu því bara 2. Erlendur hefur verið að sjá það í áratugi, Hverastrýtunar. Sko, vinir mínir vinna mikið sem landverðir á sumrin, það mjög eftirsótt, ég með mikið gróðurofnæmi sjálf, mér langar bara að vera sjóverður. Krakkarnir sem ég er búin að eftir landið, þau langar held ég bara líka að vera sjóverður. Mér langar að vera sjóverður. Sko, mér langar bara, já, ég sé fyrir mér að flytja inn í sjóverðirnir, þeir geti flutt inn í vitana okkar. Þetta kemur okkur aftur að sko þessari hafstefnu, hafskipulaginu sem það er að gera. Við erum búin að vera að vinna í strandsvæðaskipulagum. Hafskipulagið þó bara það að skipuleggja efnahagslögsöguna. Þarna kemur innviðaráðuneytið inn og það það sem líka skemmtilegt við þetta viðfangsefni, að þetta kemur okkur öllum við. Og mér finnst það svolítið mikilvægt. Þetta ekki bara eitt ráðuneyti eða bara sjávarútvegurinn, þetta við öll. Og sko, ég hef trölla trú á krökkunum okkar. Það búið að vera stórkostlegt að tala þetta við þau. Þau skilja þetta 0-1. Við vorum að tala að krakkar væri ekki með fiska á heilanum. Sammála því, af því ég bý sjálf í Reykjavík. Svo fór ég á Patreksfjörð að kenna krökkum þar og þau eru náttúrulega öll sömul, bara börn sjómanna en í dag, sirkabát, öll sem eitt og og ég teiknaði Ísland, svo teiknaði ég lögsöguna, töfluna og byrði eiginlega bara svona að kalla og öskra og ég teikna allt sem í lögsögun okkar og sko fiskategundunar sem komu fram þar. Það var mjög imponerandi. Svo gerðum við líka saman leik í Reykjavík og þá þorskur og fleiri fiskar eða þorskur og eru fleiri fiskar eða það þorskur en krakkarnir sko Vestfjörðum, þau voru alveg með þetta og samanskapið þegar svo lagði fyrir verkefnið voru að teikna tillögur sem við ungum umhverfisunum ætlum síðan að færa ráðherra. Við erum komið með cirka 100 tillögur að verndarsvæðum og þetta var mjög einfalt fyrir þau sko. Það var bara já, meinaru ef að teikna svo hvar má veiða og hvar á að vernda. Geða með 2 liti og ég skal gera þetta núna. Þannig að þau gerðu það. Ég gerði þetta sjálf sem, og þess vegna ég búin að vera með þetta á heilanum. Ég gerði meistaraverkefni mitt, teiknaði tillögu að hvernig við getum uppfyllt þetta markmið 30%. Komst að því að það er hægt. Ég fann hæglega svæði. Við erum með allt kraumandi í kóröllum í kringum landið. Ég vissi þetta ekki sjálf þegar ég byrjaði þessa vegferð. Ég held þeir væri bara í hlýjum sjó og við Ástralíu en það er sko stærsta kórallrifið. Já, þið sjáðu í myndbandinu, ég ætla ekki að segja ykkur allt. En ég gleymdi að segja myndbandinu að það lýsi myrkri. Mér finnst alltaf mjög gaman að segja krökkum það. Þetta eru svona glow in the dark kórallar. Þeir eru meira cool heldur en í Ástralíu. Og mér finnst það mjög cool. Við eigum alveg sko, ég svolítið svona praktístengjandi. Ég vil að Breiðafjörður verði hafverndarsvæði. Hann strandverndarsvæði. Sjórinn ekki verndaður á Breiðafjörði. Breiðafjörður friðaður, strönd og eyjar, en ekki sjórinn.
og ég vil að við útfærum það og svo vil ég fara norður í Skjálfanda og svo vil ég taka Eyjafjörð. Og Seyðisfjörð, það nú aldeilis samfélag tilbúið. Þau hafa náttúrulega bara tekið það upp, krakkarnir, fólki á Seyðisfirði og hérna, að því að út af sjókvíaldinu, það að þrengja sér þar inn, það að þrengja sér inn í Eyjafjörðin. Þannig að við eigum alveg stórkostleg svæð og það þýðir ekki það að, til dæmis ef við segjum Skjálfandi, að það megi ekki sigla út og skoða hvalina og það þýðir ekki heldur það að megi ekki fara á grásleppu til dæmis. Kannski bara meira af þeim. Já, og hérna við förum að heimsækjum Þingvöll og förum upp á hálendi og einmitt. Og hérna, og ég myndi helst vilja láta þetta hafverndarsvæðin á norður fyrir Grímsey og ég gerir mér alveg grein fyrir því að Grímseyingar, þessi sem eftir eru, ætla ekki að hætta að sækja sjóin en við gerum þetta að verndarsvæðum, ákveðnum skilgreiningum og það þýðir líka það að hérna, þeir geta tekið álkur og sett í reykofnana heima hjá sig sem ég veit hafa og mér finnst það allt í lagi. En við umgöngust þessar auðlindir með virðingu og sjálfbæran hátt sem að stórum hluta gert í dag. Já, einmitt. Og það svo gott. Þetta kemur líka aftur inn á þessa blessuðu atvinnustefnu að mér finnst nú talaði ég sjóverði og það bara saman með eins og ferðamenn að við erum að taka móti ferðamennum á verndarsvæðin okkur á landi og það einmitt svæðin þar sem við hlúum allra best að aðgenginu. Við byggjum góða stíga, það eru landverðir sem bjóða fólk velkomið, auðvitað ég að gera það sama með verndarsvæði hafi. Fólki þú veist, ef maður fer á Ísafjörð þá finnum maður að fólki þykir vænt Hornstrandir og þau eru að bjóða mann einhvern veginn velkomin, þetta þeirra verndarsvæði. Ég var í Grímsey í sumar og mikið væri það ótrúlega gaman ef að hafið í kringum Grímsey væri verndarsvæði og ég geti farið í eitthvað svona lítið safn og fræðst tegundirnar sem í kringum Grímsey. Eitt svæði viðbót, að því við erum að tala um svona low hanging fruits, þar sem samfélagið nú þegar með okkur og eitthvað svoleiðis, varðandi þetta með að banna olíuleit, að þessi tillaga hefur komið fram á þingi, ég skrifa hann líka inn í verkefni mitt, að friða drekasvæðið. Þá erum við ekki að banna olíuleit, okkur finnst svo leiðilegt að banna hluti hérna á Íslandi, en ef við friðum bara drekasvæðið, því við ætluðum að fara að leita olíu, það var ákveðið að gera það ekki, en við gerðum ekki til að taka í hendina hvert öðru og segja að við ætlum aldrei að gera það. En ef við friðum það og það full ástæða til, þetta eru neðansjávar fjallarhryggir og ef þið horfið á myndina Ocean með David Attenborough, þá sjáu þið hvað neðansjávar fjöll eru og hvað þau eru auðu af lífi og verðmætt. Þannig að það svo sannarlega ástæða til að friða drekasvæði og þá það bara útrætt mál, þá þurfum ekki að banna olíuleit, þá bara það en það svolítið, það stendur þetta sem ég var að segja frá, hugmyndafræðin komin á þá braut, ef þú getur ekki sannað þessi lagi, þá máttu ekki gera það. Einmitt. Það á að vera meginreglan og það bara í samráð með, það hefur verið að taka varúðarreglu, náttúruverndarlaga og útfæra hana til hins ítrasta. Ég held að við eigum mikla möguleika og þegar við skiljum og myndin hans Attenborough sem mjög góða því leyti, hann minnir okkur á að allir jarðarbúar eiga mjög mikið undir heilbrigðu hafi. Og við Íslandingar eigum svo sannarlega verið í fararbróti. Ég ekkert einn af þeim sem tek heilsugar undir því að okkar svokölluðu sjálfbæru veiðar sé öllu hátt sjálfbærar. Það hvað var humarinn, hvað var lúðuna? Það eru nokkrar aðrar tegundir sem ég get minnst á, en hugmyndafræðin rétt og aðferðin góð, við þurfum að gera þetta rétt. Og við Íslandingar erum búin að stunda rányrkju á uppsjávarfiskum með ríkustu þjóðum heims, Noregi, Færeyjum, Evrópusambandinu og Bretlandi í áraraðir og nú verið að skera niður kvótan á makríl og kolmunna vegna hvers? Veiðiráðgjöfin segir okkur að þetta séu bara hnignandi stofnar. Þessar ríkustu þjóðir í heimi, þróustu þjóðir í heimi eru búin að stunda fullkomna rányrkju árum saman. Af því þeir eru að rífast ágóðan, græðginni slík. Það hægt að tala endalaust hafið. Já, það hægt. Og náttúruvernd. Það er gott að fá okkur hérna í rauðborðið. Það bjart yfir ykkur. Ég veit ekki hvort það ráðstefnin eða til og með dagsins eða bara hérna. En það alltaf búið að vera mjög gaman að hafa ykkur hérna. Takk hérlega fyrir Valgerður Rodna, Sigrún Perla Gísladóttir og Stefán Jón Hafstein. Takk fyrir. Og við fáum að sjá myndband. Gjörðu þið svo vel. Mér langar að segja ykkur aðeins frá 30 by 30 markmiðinu svo kallaða, en það markmið sem var samþykkt árið 2022 á COP15 aðildarríkjaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna samninginn líffræðilega fjölbreytni.
Markmiðið snýst það að fyrir árið 2030 ætlum við, jarðarbúar eins og við leggjum okkur, að vera búin að vernda að minnsta kosti 30% af hafi og landi. Ég var svo heppin að fá að vera viðstödd þegar þetta markmið var samþykkt fyrir hönd ungra umhverfissinna og svolítið búin að vera með þetta á heilanum síðan þá. Markmiðinu hefur verið lýst við Parísar samkomulagið og markmiðið 1,5 gráðu. Það við ætlum að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 gráðu og úti í Kanada þá var mikið talað að there is no Paris without Montreal, að þessi 2 markmið þau haldast hönd í hönd og eru jafn mikilvæg og þau þurfa bæði að gerast ef að við ætlum að koma okkur út úr krísunni sem við erum komin í. Við jarðarbúar og sérstaklega hér á Íslandi auðvitað í miðju Ballarhafi, við byggjum tilvist okkar á heilbrigðu hafi. Hafið færir okkur súrefni sem nemur öðru hverjum andadrætti og svo færir það okkur auðvitað auðlindirnar sem við hér á Íslandi höfum byggt líf okkar á þessari eyju á frá upphafi byggðar. Á ráðstefnunni þar sem að markmiðið var samþykkt af öllum þjóðum heims nema 2, þá mælti vísindafólkið með að við myndum vernda 70% af hafinu. Þjóðarleiðtogum fannst það svolítið mikið. Vísindafólkið var tilbúið að semja niður í 50% og þá vernda helming og nýta helming. Í loka samningaviðræðunum var það síðan útvatnað í 30% vernd með því skilyrði að orðalagið að minnsta kosti kæmi þar fyrir framann. Og þetta mikilvægt. Ef ykkur finnst 30% mikil vernd, þá var ágætt að muna að það þýðir þá kannski að 70% við að nýta og eru ekki vernduð, en líka að 30% það bara byrjunin. Landið okkar Ísland það bil 103.000 ferkílómetrar að stærð, en efnahagslögsagan sem 200 sjómílur út frá landi, hún það bil 760.000 ferkílómetrar að stærð. Það þýðir að á Íslandi eigum við 7-8 sinnum, 7,5 sinnum meira af hafi en landi. Okkur gengur ágætlega á landi en við erum búin að vernda það bil 25% af landinu okkar og því ekki langt í að við náum 30% markmiðinu þar. Á hafi sagan hins vegar önnur, hvar við erum eingöngu búin að friða sem nemur 0,07% efnahagslögsögunnar. Góðu fréttirnar þær að við erum búin að vernda mun meira hafsvæði en þessi 0,07% sem við erum búin að friða, en við erum ekki búin að friðlýsa nema 4 svæði. Það Hverastrýtuna 2 í Eyjafirði og hafið í kringum Eldey og Surtsey. Hins vegar heill hellingur af svæðum sem vernduð með öðrum leiðum. Mörg þeirra uppfylla í rauninni skilyrðin að verða friðuð. Eina sem á eftir að gera að friða þau. Þetta svæði þar sem að veiðar til dæmis eru bannaðar og sjómenn og þau sem nýta sjóinn hafa sýnt að þau eru að virða stórkostlega vel, en það vita þau sem sjóinn nýta best allra að það okkur sjálfsögðu til góða að vernda búsvæði stofnana svo að við höldum heilbrigðum stofnum og getum veitt ákomna tíð. Mörg þessara svæða hafa svo sannarlega tilefni til að verða friðuð og telja sem friðlýst svæði í hafi. Það sem þarf til þar einfaldlega að tillögur Hafrannsóknastofnunar undir atvinnuvegaráðuneyti fara á borð umhverfisráðherra og hann friðlýsi þær með náttúruverndarlögum. Íslenska efnahagslögsagan 760.000 ferkílómetrar. 30% af henni þýða þess vegna 250.000 ferkílómetrar eða sem nemur 2,5 Íslandi að flatarmáli sem við ætlum að vera búin að vernda fyrir árið 2030. En við þurfum að spyrja okkur hvað það sem við ætlum og þurfum að vernda. Hafið í kringum Ísland, það ekki bara matarkista, það stútfullt af lífi og litum. Það vita það ekki allir, en það allt kraumandi í kórallum. Við erum með kóralgarða og kóralrif. Kórallar, þeir eiginlega eins og bara, þeir hús og heimili fiskana. Við erum með kóralrif sem þá eiginlega eins og borgir
neðansjávarborgir þar sem fiskarnir eru heima, það er engin tilviljun að við höfum alltaf getað veitt svona vel á Íslandi, það er af því að við erum hreinlega með stórborgir neðansjávar. Stærsta rifið sem hefur fundist í kringum Ísland heitir Gullrifið, það er 15 kílómetrar á lengd, það er stærra en Reykjavíkurborg en svona leggur sig. Við erum með neðansjávarfjöll, neðansjávarhryggi, við erum með háhitasvæði eins og Strýturnar 2 í Eyjafirði, það er háhitasvæði líka á Kolbeinseyjarhrygg og Reykjaneshryggnum. Svo erum við með ótrúlega mikið af kalkþörungabeðum, rauðir kalkþörungar sem er eins og völindarhús fyrir litla fiska til að fela sig í. Við erum með marhalmsbreiður sem er eins konar leikskólar, talaðum á ensku svona nurseries fyrir litla fiska að leita sér skjóls í áður en þeir eru nógu stórir og tilbúnir til að fara út í stóra sjóin. Svo erum við þetta með hvali allt í kringum landið og allt saman spilar þetta saman og býr til það auðuga haf sem við síðan njótum góðs af. Það er á nógu að taka og þetta er ótrúlega spennandi verkefni sem ég er sannfærð að við getum klárað. Ég held að sé pólitískri vilji, við höfum ógrynni af gögnum, Hafrannsóknastofnun hefur gert stórkostlega vinnu og stórkostlega samstarf við sjávarútveginn. Það einfaldlega stendur í lögunum okkar efnahagslögsöguna að við njótum réttsins að fá að nýta hana, en með þeim rétti komi skyldan og ábyrgðin til þess að vernda hana. Við vitum að togveiðar, þær eru skemmandi, þær skrapa botninn. Við erum hins vegar alls ekki að toga alla lögsöguna, það er fjarri lagi. Togararnir eru að toga mikið á sömu slóðum. Þetta er bara samtal sem við þurfum að eiga og ákveða. Kannski viljum við ákveða hvar má toga og hvar ekki. Þetta eru allt hugmyndir sem þurfa að koma upp á borðið og við þurfum að ræða og vera óhrætt við að ræða. Síðan eru ógnir sem steðja að utan úr heimi. Námugröftur á hafsbotni er til dæmis nýleg iðn sem er ekki ennþá farin af stað og ég held að Ísland ætti að skipa sér í röð þeirra ríkja sem hafa kallað eftir banni þar á. Við þurfum að koma okkur saman hvalveiðar, hvernig fara þær saman með vernd, erum við að vernda tegundir eða erum við að vernda svæði, ætlum við að gera bæði. Þannig að í rauninni ef við skoðum stóru togarana, þá erum við að toga sem nemur cirka 10% af lögsögunni. Einhver myndi segja að við gætum verndað 90% og ekki breytt neinu. Það eru svæði sem þarf að vernda. Við getum gert það, við erum með ótrúlega þekkingu á því hvernig við erum búin til verndasvæði á landi, nýtum hana í hafi. Verndasvæði, það þýðir ekki allt sé lokað og allt sé bannað, alveg eins og Þingvöllum. Við förum og skoðum Þingvelli og njótum þeirra, en við förum ótrúlega vel með það og það er bara það sama sem gildir fyrir verndasvæði. Þannig í rauninni ætti það ekkert að vera neitt rosalega mikið mál að gera þetta bara og ég hlakka svolítið til þegar þetta gerast. Við þurfum öll að vinna saman, þetta kemur okkur öllum við. Núna er umhverfisþing á næsta leiti og þemað er akkurat hafið og framtíð hafsins. Ég vona að ráðafólk skoði þetta markmið, skoði hvað hafið í kringum Ísland er stórkostlegt, takið þessu alvarlega en líka með bjartsýni að leiðarljósi því við eigum svo sannarlega svæði til þess að vernda, upplýsingarnir þeir eru til, við þurfum bara að gera þetta. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.